Ég held að titillinn sé auðveldi í tengslum íslenska listheimi. Svona, já, ég ætla að tala pólitík og hvernig listheimur tengist pólitík og ég ætla að byggja þetta á algjörlega kenningum. Þetta er svona, já, ég ætla að pæla því svona grunnurinn að þessu er svona endurlesning á stjórnmálafræði Aristótelesar, þannig að þetta er 2300 ára gamlar kenningar sem eru skemmtilegustu og kenningar það sem að lækka meira niður í hérna Já, það er ekki hérna. Það er sko ég heyra líka tryggir sko Já, það er bara slökk á þessu. Já, ég held að væri sko þetta Já, það er pólitík Aristótelesar hefur aldrei verið þýtt á íslensku og þessi er greinir þetta á hverjum var sem það var eins og grundvallar réttjöfnum landskólum lengi vel framhættur öldin í Evrópu og svona grundvallur að alls konar stjórnmálahugmyndum og það er alltaf óhugulegt að lesa þessa bók vegna þess að þau vandamál sem hann lýsir, sérstaklega saman því lýðræði og þróun lýðræðis, þau eru algjörlega aktuál í dag. Það er Evrópu. En það sem Aristóteles er að lýsa, hann lýsir í fyrsta lagi og ég ætla svona að fjalla það hvernig sko listin tengist inn í þær hugmyndir því þetta er alveg aldagamlar hugmyndir hvernig listamenn eru frjálsir en ekki frjálsir í tengslum við valdastofnanir. En það er kannski í grunninn þá það er Aristóteles sem taldi hallar undir hugmyndum lýðræði sem er sem sagt demokrati það sem hann telur að margir misvísir sem beri eigin hag í brjósti að þeir komi til lengda til með að stjórna mikið betur heldur en aðrir vísar eða valdarnir. Eins og þá galli á hugmyndum Aristóteles sem í lýðræði hann telur lýðræði sé bara mögulegt í litlum dreifðum bændasamfélögum því að fólk í borgum hafi alltaf mikið tíma til þess að ræða málið þrautar með að bænda og þarf að ljúka umræðinu og komast heim. Ég held að kannski það sem við þurfum að sjá í Íslandi í dag sé dæmi það að lýðræði er ekki að fungera á Íslandi. Því að þessaði þingmenni þurfum ekki að komast heim. En hann síðan dregur alls konar aðrar hugmyndir valdakerfi sem að hann telur að geta hendað mismunandi stöðum og það er á meðal það sem við kannski að reyna út svo núna sem er fáræði eða oligarki sem að er það sem að fáir stjórna í skjóli ýmissa forsenda og svo er kannski þriðja kerfi sem mikilvægt til er aristokrati það sem að hann er góðu stjórn og grundvallaratriði. Og ég held að á Vesturlöndum að þá einhvern veginn lítum við svo á að það er sem mýtan svo á Vesturlöndum að hér sé lýðræði og að hér hafi verið lýðræði og Íslendingar halda að það er lýðræði á Íslandi frá 1930. En það er í raun og veru eru fæsta valdakerfum Evrópu um að greina út frá Aristótelesi að veru lýðræði. Ansi að mjög miklu að meira lýðræði ekki lýðræðislegur negist í áttum ekki úr stefnum. Fjórða kerfi hjá Aristótelesi er monarki sem að skipta ákveðinu við þar sem einræðið og konungur en öllum og deili sér og Aristóteles tengur þessi kerfi í sig endilega allstæði svona telur lýðræði sér til lengdar það sem ég getur sagt þetta er það að svona þróun í Evrópu hefur verið þannig að við segjum að svona við hafi monarki verið grundvallar kerfi sem þróast og að undir monarkinu þegar sem konungsfjölskyldur fyrir að rýrna þá fáum við að miklu leyti eitthvað sem að líkist Aristótelesi. Konungurinn deilir völdum sínum með embættismönnum og það er þegar við skoðum 19. öldina á Íslandi þetta getur sagt að veldi Thorvaldssynjuna og Thoroddssynjuna og allra þessara ætta á Íslandi hafi verið orðið Aristótelesi. Mentuðu prestastéttirnar sem í raun og veru stjórnuðu landinu í umboði konungur var á fjarlægur til þess að sama við í Danmörk og það er síðan fáum við inn í aristókratíuna fáum við hneigð í átt til lýðræðis og fáræðis á sama tíma. Fáræði hjá Aristóteles byggir á því að það eru fáir
stjórna út frá einhverjum forsendum sem skilgreina hvað gott fyrir stjórn. Og hann segir á skemmtilegan hátt að svona helsti grundvöllur fáræðis sé auðlegð. Og líka sé yfirleitt tengd því að þeir sem séu sannir af því að geta stjórnað sínu búi vel, þeir fái völd í hendur. Og við sjáum það til dæmis sem sagt sem slíkt að svona fyrstu drög lýðræðis á Íslandi og á Vesturlöndum og 19. öldinni eru svona blandað lýðræðis og fáræðis. Þeir sem áttu eignir umfram eitthvað vist, þeir voru kosnir á tíma. Fullkomnustu form lýðræðis til þess að vera hins vegar svipað dæmi og við notum í stjórnlega ráðinu. Fólk kosið til valda út frá hlutlist. Þannig að það sé afhverfislega leiði þá ertu bara þá myndum við bara, þá fengir bara bréf heim til einhvern morgunarskil samkvæmt sem sagt. Nýjasta lottum þá að þú verið valinn sem þingmaður næstu 4 ár. Það áhugaverð þannig að það var ekkert verið þá engin pólitísk ítök í því hver var þingmaður. Það var bara mennskjur að koma sér saman það. Og það stjórnlega ráð, þetta 1000 manna ráð, það var byggt upp á þeim fórsöndum. Þetta tekur ekki markaður. En síðan, það sem ég að greina verið síðan má segja það sem gerist á Vesturlöndum og sérstaklega á Íslandi í aðdraganda hrunsins aukið fáræði sem mjög skiljanlegt út frá Aristótelesi, sem enginn sem gerast á Íslandi mjög einkennandi fáræðisríki. Við förum í auknum mæli að treysta þeim sem eiga meiri peninga til aukinna valda. Við leyfum þeim sem að nefndi, og þetta ekki bara íslenskt, að hafa bein átök í skólipenninga sem á kosningar og kjörfylgi í gegnum þetta svokallað þess að prókjörsúl, það er svona leið til þess að draga úr lýðræði. Við færum mikilvæg grundvallar stjórntæki atvinnulífsins sem ekki samkomulega um að séu almenn stjórntæki, en á Íslandi voru þessi stjórntæki almenn stjórntæki í allri sögu lýðveldisins. Við færum bankana í hendur þeim sem hafa sannað sig sem viðskiptajöfnur. Bankarnir voru í Íslands sögum sem í sögu lýðveldisins stærsta stjórntæki ríkisins, þau ekki vel. Og það sem við erum að gera þar við tökum valdið frá vissri elitískri aristókrassu sem við erum með á Íslandi við lengi erum við blöndu sem við getum sagt það að danska embættismannaveldi að leiða þau til lok og kemur lýðveldið og þá erum við með mjög sterkt aristókratískt stjórnkerfi þar sem ráðherrar segja að þeir í raun og veru fái mjög litlu áorkað fyrstu árin gegn veldi þessara svokallaða ráðuneyta. Og ráðuneytin eru skipuð á aristókratískan hátt, þau eru skipuð út frá hugmyndir að þeim að þau eru skipuð hæfustu einstaklingur til þess að stjórna. Þannig að það púra aristókrasi. Aristókrasi í grunninn ekki það að við skipum ykkur, það ekki grunninn eitthvað sem raun og veru byggð á því að fólk sé að rétti ætt. En hún var það í Evrópa því að einungis þeir sem voru að réttum ættum menntun og voru þar hæfi til að stjórna. Þess að fáum við þennan aðal sem erist í ætti. Það út af því að þeir voru reynir sem fengur þetta sín. En í grunninn aristókrasi þannig að hún gott og skilmerkilegt embættismannakerfi. Sterkasta dæmið það í Kína sem hefur haldið við öflugu aristókratísku stjórnkerfi í 100.000 ára. Það sem hæfasta barnið í þorpinu það sem segir menn. Þannig að þetta það sem við hefum við þetta, en síðan í aðdragandakreppuna þá förum við í auknum mæli að veita hæfustu einstaklingunum og færum okkur yfir í aukið fáræði í skjóli auðvarsins. Og listaheimurinn alltaf svona, hann kemur alltaf sérkenni inn í þetta. Listaheimurinn mjög oft notaður sem andlit valdakerfana og listheimurinn dálítið sérkennilegur að því leyti að listheimurinn eitt af þeim kerfum sem að þeim byggir á eitthvað sem við kallum gæði og úrvali
að listheimurinn í eðli sínu aristókratískur. Þannig hann byggir og þar leiðandi fungerar listheimurinn aldrei vel og hann í stöðugu togstreitu við einhvers sem heitir lýðræði. Öflugustu listkerfi í nútímans hafa átt sér stað sem að kannski öflugum framsetnum listamanum voru falin völdin. Kannski að sterkasta dæmið Sovétríkin á 1920-30. Baka til að hæfast einstaklingurinn breytti kerfum í einmitt þessum hann stjórnaði öflugustingur einn sem var Stalin. En á þessu millibilsástandi þá í rauninu voru fengur listamenn það umboð að stjórna sínum eigin heimi á lögum og það er svona eitt af þetta. Við sjáum kröfur það að listheimurinn fá að stjórna sér sjálfur í mjög miklu af því sem að sýnkrefst. Sín vill alltaf vera með aðeina sína í öllum nefndum helst ráðandi aðra. Þeir vilja stjórna sér sjálfur út frá einslega sín stýrt á lýðræðislega kontra þá fáum við þá stöðum hvernig allar að dreima valdi lýðræðislegra kjörna listamanna og síðan ertu með ykkur af listfræðinga og sérfræðinga sem er nú allt það sem síðan koma og tókst við þetta. Við segjum að listasöfni sem við byggjum miklu í dag er grundvallaratriðum aristókratiska stofnanir. Það er ykkur sérfræðinga sem var stjórn og ráð. Vandamáli sem kemur sér upp í aðdraganda hrunsins þegar að fáræði þeirra að taka við sér að þá fara stjórnvöld í auknum mæli að, og þetta eru bandaríska fyrirmyndir sem það er til staðar, að færa völdin í listheiminu frá Aristótelesi. Við erum aldrei með eitthvað lýðræðislegt frá Aristótelestíunni yfir í borgaríkinu. Söfnin það er gert krafa til þess að söfnin fái sér sponsora. Það fáum við svona góð dæmi þar sem við komum public private samtals þar sem að þetta safn og önnur söfn fengu nokkrar milljónir inn í reksturinn eftir 5-10% af kostnaðinum og svo var safnið merkt að mótarfórum eins og sem var bara líka svo safn fær eitthvað fyrirtæki PR gildi fyrir 100 milljónir sem er fyrsta safn fyrir kannski 10 mínútur. Og þar kemur PR-gildinni. Auðvaldið er mjög, þetta fávaldið á Íslandi er auðvald. Það var auðvald. Það var ekki byggt á öðrum fórstöðu. Það var ekki ættarveldi eins og hafa komið fyrir öðrum stöðum. Þetta var auðvald og þetta veldi hegðaði sér svo auðvald að tók að sér patronage listheimilisins. Það tengdi sér listheiminum og það tók að sér að styrkja listir. Og það var opinber stefna að það myndi gerast. Og þetta er þessi merkilega hugmynd það að sá sem á peninga getur betur stýrt fjármögnum til lista heldur en aristókrasi. Og ég vil má segja það að neolíberalisminn að mörgu leyti er anti-aristókratískur. Og í grunninn er hann með lýðræðishugsjónir en lýðræði það verpist alltaf á Vesturlöndum. Það hefur verpst á undanförnum 100 árum yfir í fárið. Það er lýðræði hefur ábyrgð að sækja. Og sérstaklega er þetta erfitt í löndum eins og Frakkland og Bandaríkjum þar sem að framkvæmdavaldið er í raun fullkomlega aristókratist. Bandaríska veldi til dæmis. Það er einn forseti kosinn, lýðræðið takmarkaður forseta, forseti skipar sína sérfræðinga til að stjórna heildarkerfið. Og það er tókstunda sem við eigum hér á landinu. En það sem gerist hér, það er að við sjáum það í uppmæli að auðvaldið, þegar það fyrir að ná tökum að þá fer það að nýta sér listheiminn á mjög öflugan hátt til þess að rökstyðja rétt sinn til valda. Þetta er þekkt úr fornum tíðum og alltaf tíðum, við getum sagt í Bríklandi þegar að ykkur, það er í sömu lýðveldi Bríklandi að þá sem sagt, sömu á kaus að þá var útboð. Konungur var kosin eftir útboð, eða prinsinn, þeir voru prinsar, þeir sá sem var fremstur, prinsinn sá sem var fremstur, að þá keyptu ættirnar sér völdin. Og það er svipað gerðist reyndar, við sjáum það í lýðveldinu í Flórens, sem var galt, framkvæmdavaldið var keypt, ættin keypti sér völdin, hún borgaði peninga, hún skuldbatt sig til þess að standa fyrir alls konar hlutu sem var fyrir það í almenningu. Þá fáum við svona spektakúl, samfélag sem að listamæður getur verið mjög.
Það sem við sjáum hér það að þeir sem að taka yfir bankana og fá þá í hendur þessar fyrrum almenningsstofnanir, það getur ekki dóma á það, að þeir fara að nýta sér fjármögnun og sponsorship og tengingar í gegnum sitt pétil, og þarna fáum við mjög öllum pétil, þarna fáum við að flestum blaðin landsins hættablaðs sem blaðin leysismannins fyrir stórfyrirtæki. Þessar stofnanir fara að nýta sér listheiminn á mjög öflugan hátt til þess að búa til viðburði og spektakul sem að síðan sýna hvað þeir eru gjöfulir út í samfélagi og þannig viðhalda þeir stuðningi almennings við rétt sitt vald. Og þetta er gífurlega gamalt hér og listheimurinn sem sagt, og að mínu mati að þá var listheimurinn 2008 orðin að mestu leyti undir orðin þessu. Það voru krítískar raddir hér og þær voru eins og hróp í eyðimörkinni. Það voru sýningar sem voru haldnar sem við sjáum. Listasafnið Akureyri var meðal þess sýning svona 2007 sem að voru að kritisera þessa þróun sem að það var í gangi en flest allir voru í því að í raun og veru að sigla vel og mjóta þess. En sýningin er þess að Akureyrar smá einhvern þegar ég var að vinna til þess að Akureyrar fyrir þessi sýningu og ég var fengin til þess að hringi fyrirtæki til þess að fá pening til þess að sponsora sýningum sem var að kritisera. Þannig að fyrirtæki komið sponsorinn og gagnrýnir á sjálfur sem sýnir það eru ofnir og stærri. Og partur af þessu dag og listheimur hefur mjög oft verið mjög oft það er mjög áhugaverð pælingum þegar listheimur hefur á mjög gjarnan fær tilboð það að setja upp sýningu sem gagnrýnir sitt samhengi innan þess samhengis og það er öflugasti viðsnúningur valdamann í raun og veru þá eru þeir komin með listamannin undir sig og hann er gagnrýnir það sannar ennþá betur það eru lýðræðislegir og í umræðum. En það sem við sjáum hérna á Íslandi var þetta við fengum ykkur alveg raðað þessu upp meira segja svona sjálfstæðar, sjálfseignar stofnanir sem að voru algjörlega á eigin vegum og reknar af félögum og listamann eins og Listaháskólinn gengur algjörlega undir þetta sem stofnur sem að út frá lýðræðislegu kerfi þá akademíin að vera krítísk á valdakerfi og þróunina þess. Háskóli Íslands fór ekki eins mikið inn í þetta, svona varðis en það bara varst ekki tíma til þess að auðvæða háskólana verið löglið. Við sem þetta ekki gerðum þér? Já, jú, algjörlega. Og bara ég segi það, þetta er svona og við sjáum það auðvitað að háskólar í Bandaríkjum eru gersamlega auðvæntir að mestu leyti. Þeir hafa mjög lítið akademískt. Þeir eru allir brjálæðislega háðir ákveðnum aðilum og prófessorarnir eru háðir því. Til dæmis auðvitað hagfræðir eru þetta þekkt eftir það að allir prófessorar í Harvardskóla fá umfengbyrð 80% sínum tekjum úr fyrirlestum af fyrirtækjum sem sponsorerar háskólar. Sem það er svona hagfræðir gagnið til það. En við erum með, og þetta er ekkert einhlít á Íslandi, þetta er kannski á Íslandi var þetta mikið meira ábyrgð. Við þurfum að skoða bara birtingar myndir listarinnar frá kannski 2000-2008 og sjáum við hversu mikið það er verið einbóðmennar og hversu erfitt listin átti með að takast á við kreppuna. Þetta var í svona þessum fyrstu sýningum, kontusýningur og fleira sem kom eftir kreppu þá er þetta mjög máttlausa aðgerðir og yfirleitt yfirborðskenndar. Þeir taka ekkert ofan í kjarna á ástandinu, þeir eru bara svona móðmælasvöld, svona eins og slógansýningar sem í raun og veru það er eftir gerðingar, það voru ekki nema segja kontusýningu sem var svona átt að vera mjög mikið róttæk sýning en það er kannski ekki nema að mínum að þessum svona 2-3 verkefni fyrir sýningu sem í raun og veru voru eitthvað að bregðast við ástandinu. En síðan erum við reyndar komin held ég með betra ástand. Svo kontusýningi var líka fjármögnun af útrása konum sem var líka aftur eitthvað svolítið eitthvað skrifin. Hvað er skrifræðin þegar þessu áður til því sendi í kontusýningarna eftir leitið þá virtist þú vera algjörlega steitaðjaflaus og í rauninni talsveit löngu eftir í rauninni mótmælastöndum voru rauninni löngu komið niður þegar hann kemur og segja og maður verður svolítið að bíða eftir hvort þetta væri að fyrsta 40 leikinn sem síðan myndi bjóða upp á
umræðu. Þá spyrir maður sig, kannski, það er kannski helst tvær spurningar sem komum. Fyrir það fyrsta, hvað orsakar þetta máttleysi? Er það því að við erum lítil og höfum bara hreinlega ekki gagnrýna getu til þess að bara fyrir ekki nóg mörg og til þess að biskupingar sterkna sitt samtal innan okkar heims eða fjallar þetta kannski líka stærra samhengi listarinnar að hennar vettvangur kannski næstu sýningar en ekki endilega orðræðar sem kemur beint í kjölfar sýningarinnar sjálfur. Sko, ég held þessi bæði, ég held líka að þetta máttur var mjög mikið dregin úr, sko, bara það að stór hluti, við sjáum það að svo til öll listamann gallerín er ekki með döð. Hvað séu, öll ekkert ekki á? Öll listamann, þau eru döð núna vegna þess að það sem að gerist var það að listamannreikingar sem áður voru sjálfstæð eða treystu á fjármögnun ríkis og sveitarfélaga, það var dregin fjármögnun ríkis og sveitarfélaga þessari almennu stuðningi, þessari aristokratíska stuðningi við listina, það var dregin og eins og þetta samfélagsdæmi sem komin, þessi söfn voru orðin háð auðvalds stuðningi og það var stefnt að því að efla það og að hefði ekki komið þá væri það komið lengra. Þannig að sko það kerfið var orðið dálítið bundið þessu, þannig að sýningakerfið var í raun og veru sko bara nýtt sem sko public relations hlutur sko meðvitað og ómeðvitað. Flestir voru, það var enginn hefði meðvitað það. Við þurfum ekki að halda að listamenn eins og Ásmundur Ásmundsson hefði meðvitað að væri þetta hans sem public relations eða snorri eða svona. Þeir voru ekki meðvitað þeir voru, ég held ekki við að veru, þeir héldu að þeir væru fiskar sem næðu að vera krítíski hvatt fyrir kaupið. Við tökum Snorra sem dæmi sem var í Klingobank, sem var mega dæmi, sem listamann ykkur sálítið borga fyrir það reyndar, en þeir var smala þar í. Síðan þegar þeir mistu húsnæði þá ákvaðsmáli að skota húsnæði í óþörf, hann hélt áfram ímyndinni og það var ekkert gert við því og þeir voru mjög. Þannig að sko Landsbankinn gat sýnt að hann var fríland, hann var ekkert að, hann sendi ekki lögregluna á Snorra. Þannig við erum með þess að sko, ég held að ef þú hefði spurt þessi aðeinslega þá í raun og veru töldu þessi vera að bregðast við á krítískan hátt, á jákvæðan hátt og að nýta sér. Þeir töldu sér vera subversiva innan það kerfis held ég. Og listum að gera það með og sumir voru það tóklega sko. Það er að gera ofræðin í umræðan, ég þekki þetta alls saman. Þið voru það. En þetta ekki einhvern veginn það sem að skeri þetta næri ekki lengra aftur, þetta er bara þetta tímabil. Þannig þetta er svo ofsilega, þetta er afleiðing bara á einhvers konar þjóðfélagi, svona einhvers konar feðraveldi sem er byggt hérna. Og þannig að sko, það sem að þarf að taka á, það sem að kannski listin þarf að takast á og heils mikið og hannun þess vegna það er einhvern veginn, það er svo miklu stærra, þetta er bara þessi ár. Af hverju framleitum við svona ár, þetta þjóðfélag og af hverju tók allir þátt í þessu, þetta er einhvern veginn. Þannig það virkar svo yfirborðskennt og banalt, þú veist bara að tala þessi ár einhvern veginn. Nei, það er mjög rétt sko. Og þess var eins og göttusýningunni sem fyrir mér, sem við nú ekki, verkið að Stella Jóns, sem var með vinarinn. Og þú veist, það er eitthvað svona skýrskotum sko sem er einhvern veginn, það er eftir að vikið síðan og eitthvað, þú veist alltaf, þá er þetta komið með miklu stærra samhengi en bara þessi ár. Það er einhvern veginn, þannig þetta virkar eins og sé einhver að ræða þetta, en ég held að það sé alveg verið að ræða þetta, ég held að það sé alveg gert. En ég held samt að við séum ekki búin að breytast og ég held að við séum ennþá háð fyrirtækjum og ég held að það mun ekki breytast fyrir bara að vera sett lög og fólk í landinu getur bara keypt kannski listaverk og fengið skattafslátt og að það er einhvern veginn að breyta allri umgjörðinni svo listamenn geta verið óháð fyrirtækjum og sponsorum og fengið meira þá einhvern veginn peninga annars staðar að eða bara fengið pening frá ríkinu með ekki pening til að setja í verk og þá ertu óháður því að alltaf ef þú ert að fá pening frá fyrirtækjum þá ertu alltaf að komin í einu pakka sko. Ekki satt?
Það er raun og veru spurning hvort að ríki getur það búið til einhvers konar aristokrasíu. Lýðveldi getur alltaf tilnefnt aristokrasíu sem hún treyst. Það er spurning hvort að Íslendingar treysta, hefur mjög lítið treyst aristokrasíu. Við erum með, við byggjum á hreppsveldi, það sem er aristokratískt en ekki það sem er raun og veru besti bóndin, sem er í raun og veru sterkasti bóndin hans tíðis. Það er aristokrasía sem er mjög gamalt auðveldi í sjálfu sér. Ég vandræði með að koma að tala aristokrasíu, en þú veist ef að... Ég veit það, mér finnst það líka vera einlýfsaksvöldu, eins og ég þekkti frá Frakklandi og náttúrulega ástæði bara byltingarna sjálfa. Ég náttúrulega bara svo að franska aristokratían, hún var ekki menntuð, alls ekki. Þeir voru frá Guði, þeir þurftu ekki að mennta sig. Þannig að þess vegna gæti franska byltingin á þessu stað í Frakklandi, það var borgarastöndin. Hún var menntuð, ekki aristokratían. En þú veist það er þar, svo listamaðurinn og aristokratinn. Þau eiga það sameiginlegt að vera slegin svona einhverjum guðlegum eiginlegum og þú veist, þetta er einhvern veginn alltaf þessi Ég er að nota aristokrasíu þegar aristokrasíu festist í sessi sem landeignar aðall sem að gerðist í raun og veru á miðöldum að þá, og þegar þetta fór þar í erfið, að þá í raun og rofnar þetta. Grunnhugmyndin í kerfinu var það að lágvaradeildin í Bretlandi, sem er gífurlega gömul deild, væri byggð í hægustu. Lágvaradeildin breska er í raun og veru sá hlutur breska stjórnkerfisins sem er aristokratískur. Og það grundutur var, og þetta er líka mýtan kult. Þú ert, og þess vegna átti að geta stjórna listheiminu. Þú hefði búið að ala þig upp í því að lesa Aristoteles og Platón og Vasari og allt þetta og kenna þér, ef þú er kona, þá búið að kenna þér vastundanárverk og allt þetta. Þetta er þessi kultús kemur upp og í grundvelli þess átti aristokrasían að vera góði. Síðan fáum við þetta tenginguna við guðlega sem er kristni sem er þegar að monarkín kemur. Og þá í raun og veru riðlast allt aristokratakerfi sem slíkt og þá erum við komið frá því sem að Aristoteles myndi kalla aristokrasíu. Því þá erum við komið monarkískt kerfi. Þetta er ekki lengur, og síðan kemur borgarastéttin upp og þá fær að koma að grafa fyrst fáræði hinna ríku sem að franska byltingin koma að. Þeir sem áttu eignir, þeir voru gjaldgengir sem þess að kjósa í þingin og síðan þróast það yfir í demókrasíu, það sem að almenningu fær að kjósa. En aristokrasían þetta er erfitt hugtak og þegar ég er núna yfir það að yfir stjórnkerfi það er hugmyndin á bak við aristokrasíu að þú myndir ráða þá sem að væru best hæfir út frá einhverjum kríteríum til þess að stjórna mikilvægum málaflokkum. Eins og En við virðumst vera and-aristokratísk þá í þessu og höfum að En þá að þeim tónum sem ég hefur sér að samfélagi umhverfið aristokratísina. Mér langir sem bara í þessu samfélagi sem þú komin á þá velti maður þessi svolítið þú talar háskóla sem akademía og hvernig akademíin Háskóli Íslands eins og hvernig það voru stofnunina rétti þá var því sagtæstur háskólans var að leiti fólkuð af fyrirtækjum og alltaf stjórnunarstaðan. Háskóli Íslands var líka á einhverju lefli farin að tala að kennarar væru sömu með vörur sem ekki menntu til neytenda sína jafnvel Háskóli Íslands. Þannig að það er Háskóli Íslands þegar menn að kenna í Háskóli Íslands þá þurfa þeir að borga fyrir kennslu. Þetta er ekki almenn til notkunar, þetta er komið fjárhagslegt kerfi innan skóla sem að vinna. En ég veit það fyrir mig hvernig getur maður skoðað getu listarinnar sem kannski sambærilegs afls og akademíunnar fræðina til þess að fjalla speikla og takast á við samtíma sinn og ef við gerum það og við komum við að þessi geta listarinnar til þess að geta
vettvangi verði eðlilegt, þau átök færi fram, einhver leiti þess að listamannavegna lífminn verður áhrifandi og við komum meira og minni stofnanir sem eru auðvitað með þröskulda og það er stýrt, það er einhver gestari. Þannig að það er náttúrulega líka í listamannavegna, það er gagningefandi, í öðru listamannavegna sem ég finnst ekki aðra vel. Þannig ég veldi fyrir mig, hvað fer þetta jafningumall fram sem við þekkjum úr fræðum? Hvað fer þetta jafningumall fram? Væri það ekki eðlilegt ef að þetta opinbera ætla að veita styrkja það fer fram áformsmyndin jafningumalls eins og það gerist í fræðunum og það að gerast mun að gerast það ábært að gerast? Það er það sem hlutur er, ég held að ætti að gera það, ég held að almenna ætti að það sem gerðist í, þetta var fyrir kreppu, við sem vorum að reyna að vekja listamannavegna lífið rákum okkur á ýmislegt. Við reyndum að biðla til fjármagnseigenda. En í raun og veru þá eins og kerfi sem átti að styðja við það sem það var hvattir þess að menn fengur sér styrki eins og í sýningar undir fjármögnun lykil liststofnana þjóðfélagsins eða þess að samfélagsins leiddi til þess að listamannavegna fengu ekki styrki frá bönkunum eða fjármagnseigendunum af því þeir gátu fengið mikið meira visibility og sýnileika fyrir peningarna sem þeir borguðu í listasöfnum. Þannig að þessi auðvæðing listasafnanna, hún í raun og veru bæði dró úr sjálfstæði listastofnunar samfélagsins og gróf undan listastofnunarsreikningum. Þannig að hún séð að Kling og Bank er að hálfan starfsmann og eitthvað miljóna ári í rekstur, bara bull dæmi sem er í gangi það. En samt að því það var einu vonandi sem fengust þá setti hósi við það að fá eitthvað þessum miljónum ónotuðu húsnæðin í bænum sem kostaði þá ekki neitt, en þetta var ódýrasta dýr í heimi. Þannig að þeir fóru, þessir auðvaldsaðilar fóru yfir í ódýrt hér, meðan fóru í sér þetta hér. Þetta er ekki bara í list, þetta er líka íþróttirnar. Ég meina Reykjavík borgaði 2 milljarða í íþróttahöll við flugvöllinn. Eitthvað fyrirtæki borgaði 50 milljónir og höllin er merkt fyrirtæki. Vodafone höllin. Þetta er bara fáránlegt. Þetta ætti að vera pínlítið skipti Vodafone og Lýsingur skipti Reykjavík og borgaði höllin. Ef ekki segja þetta tíminn búið? Já, það er bara. Þannig að segja þetta sem bara Vodafone Vodafone höllin, mæti þangað.